Já, sælir. Ég ætla aðeins að stinga upp á smá breytingum á Train. Ég finnst ég fíli Train svo mikið. Ég kann setja aðeins betri struktúr eða þú veist, meðmyndarlega betur með það. Ef við höldum okkur við, ef við stöðum fara að við höldum okkur við smókinn sem ég geri, ég skal taka hann bara sjálfur. Þessi smókur, hann lendir hérna fyrir framann, blokkar kassan ágætlega nema einhver myndi sko fyrir hann. Við erum samt sko, ef við erum eins og planið mitt myndi liggja, þá myndi við vera svolítið fljótir hérna út. Myndum við rauninni bara senda 3 að lágmarki og rössa hérna út, sko, nema að kannski einn af þeim væri snæp og getur hann haldið hérna hústinn og smóknum og tekið fæti hérna. Ef við erum allir með rifla eða SMGs, þá förum við bara sleppum þessum fæt alveg og við förum bara hingað, bara tjekkum hvort það einhver. Já, ætti enginn einu sinni að vera komin hérna, þú veist, tímasendingin liggur þannig að við erum alltaf undan þeim hérna inn, sko, eins og við hefum komið lendið hefur komið á kúan, þá verður þið kannski bara rétt hér þegar þið spottið fyrsta gæjan ykkar komið fyrir hotnið. Og ef þið hafið einhvern veginn tekið upp snæperinn hérna megin, þá tersætið alltaf komið á undan, sko. Þannig að pælingin væri sem sagt að 3 myndir að segja beint rössa inn, við veitum bara, þú veist, við förum hérna og við erum svo sem ekkert að búast við fæt fyrir en við erum komnir á rauða, þú veist, við getum tekið þetta pláss og svo fara að hugsa fæt ef við erum nógu snöggir. Við þurfum alltaf mögulega að díla við eitthvað util hérna frá CT, það þurfti bara að vera alltaf mismunandi eftir rándum, en ef við komum okkur á rauða og förum svo saman hérna og tökum hérna e-boxið og fætum saman til að sýna ykkur nokkur util sem að geta hjálpa okkur að taka þetta eins og flössin, sko, flössin sem að ég hef verið að taka hér, það er að fá Jóa til að taka þau því hann er hérna vanur að fara long. Bara langar alveg bara svolítið að halda því ef Jói fer long, nema að eina að hann staldra við á leiðinni hjá þessu skilti hérna, snýr sér og takkum á þessu reynsla saman 2 flössum. Þetta er þessar flössi sem ég hef verið að taka. Ef að Jói gerir þetta og þarf svo ekki að vera meira, þá getur hann hlaupið hérna og tekið fæt sem að er kannski aðeins meiri hag CTs núna þegar hann er aðeins seinna venjulega, þannig að þú veist, þetta bregðast upp bara aðeins fyrir svo er það tilbúin að þeir svingi hérna, jafnvel. En það sem þetta fríar mig fyrir er sem sagt ég get orðið þá einn á hópnum. Ég er einn á hópnum sem að fyrir það og reynir að vera snöggur inn, nema ég hendi þessum smókandi í byrjun sem sýndi ykkur fyrir hérna upp að þessu. Þetta er ekkert eitthvað, það er ekkert að nákvæm. Ef við erum bara á sparilandi þá myndi ég bara flössa hérna tvisvar. Þessi flöss lenda hérna bakvið þennan bita af lestinni, en flassa allt hérna og jafnvel nær hérna gaurum sem að myndi þá kannski sleppa við flassi hér. Þannig að við verðum með 4 flöss í þessu play. Ef við verðum að taka þess aðeins meira rólega og við verðum að fara inn hérna bara í kontakt, þess að bíðum eftir að fá eitthvað á okkur og drefum hann. Skal ég segja ykkur, þá myndi ég bæta við þetta mollu. Þú veist, við getum alveg verið snöggir hérna inn, lengi sem það er ekki util að okkur drasl. Þá myndi ég bæta við þessu util sem við komum hérna á rauða. Þú veist, myndi kannski bara heyra í einhverjum brenna en þá náttúrulega er það auðvelt að pikka hann út. En
fínt að nota rauðagáminn sem skjól. Ég lendi í nokkur sinnum að menn eru bara komnir inn á rauðagáminn áður en maður býst við því. Það er alveg frekar mikið áhuggefni fyrir hinn illið. Já, þetta þarf ekki að vera mikið flóknara en þetta. Í slowplay gætu við bætt við hérna smoke frá Jóa. Eða ég veit ekki hvort þetta kallist slow. Take á train ætti alltaf að vera frekar hratt. Bara til þess að nýta tímasetningunum sem við höfum. T-seti með tímasetninguna. Hún okkur í hag inn á A-set. Við ættum alltaf að reyna að vera svona þokkalega snöggur, en bara svona önnur útgáfa sem væri þá læra hann að smók frá sömu stöðu, ég kann hann ekki smók hérna. Það er bara út í horni hér meður á þetta ljós og það smókar þá konnektorinn. Svo myndi Jói þá eftir að búast við aðeins seinna heldur en venjulega. En ég held að longið sé sterkt sem sagt að hafa einu long og fara restina á A. Bara til þess að geta komið allan úr 2 áttum, eða svo jafnvel getum við sendt einn hérna og einn hérna að við erum í slowplay. Þá fer reynir bara sína leið upp á B. Jói hérna sína leið við kannski reynum að spara örlítið í útilík, kannski hendur bara einu flassi hérna en ég myndi henda mollu og grennu til að styðja við þá strákan að komast hérna út. Og svo leið og við erum farnir að taka hitan hérna leið að við erum farnir að taka hitan þá geti það geta lurkin eða hvað er svona kallað það. Það er 2 í annarri stöðu. Jói í rauninni lurk, myndi segja að reynir væri bara, hvað segir maður, ef við förum successfully og náum að drepa einhvern á A, þá myndi við vilja fá reyni hérna niður til að hjálpa okkur, longdoginn, eða þá bara að, búa til pláss hérna fyrir okkur ef við feilum og við þurfum að bakka. Við þurfum að fara hérna, það er bara allt og mikið mótspyrna. Einhver gæi hérna í hólunni að fela sig sem að, er bara, við erum ekki búin að ná að drepa. Og við vitum af kannski 2 öðrum hérna, einn í kon eða eitthvað sem ennþá lifandi og allt bara fokt. Þá getum við hlaupið longdog til hans, til dæmis. Og reynt að taka B. Eða þá já, bara til að hafa meiri svona kannski hvað segir maður, meira úrval. Getum skipt yfir. En já, þá verði þá eitt flass frá mér. Taka hann smók hérna alltaf bara til þess að styðja við okkur og komast að rauðlestinni. Svo við getum tekið þennan en svo ef við erum búin að ákvæða að fara B þá sendum við 3 hérna með reyni eða 3 saman með reyni. Ég myndi fara hér og samt halda í útilið mitt, gera það sem sagt eitt flass molla grenna hérna. Jói myndi taka 1 flass hlaupa svo bara hér. Ég myndi svo bakka bara þokkalega fljótt myndi ég bakka. Ég svo búist við að við þurftum eiginlega bara að ná að samtengja ykkur hvort að þið læðist inn yfir að þetta er náttúrulega mjög hávært þegar maður er að hlaupa og heyrir svo vel hérna, þessi gæjar hérna heyra allt eins og þið vitið. Við lefum reynastjórnarferðinni þegar við förum hérna, ég veit ekki hvort hann er vanur að fara hratt eða hægt eða koma okkur bara í stöður
og ef þið náðu pikki hérna þá þetta er náttúrulega bara besta sem við getum fengið út úr þessu. Við myndum vilja svo taka næsta svæði þannig að 2 fara hérna saman. Þeir bara eru að berjast við þessi 2 svæði. Við erum að klíra þetta hérna. Koma svo einum ykkar fyrir hér. Það var í endagólið. Hann þarf ekkert að flýta sér að píka neitt eða fæta. Bara bíða eftir að restin er klár. Þess að einn hér að halda langtók. Einn hér. Hinn kemur tilbaka. Heldur þessu. Svo að gæinn frá langtók geti komið og smókað. Og þessi gæi sem að hélt og hjálpaði þessum að fara hingað. Ykkur þessi flöss hérna. Það er svona rússi hérna. Hangandi úr loftinu. Engri ljósaperur reyndar. Við miðum á snúrun á honum og timburlistan hérna efri línuna frá honum. Þetta er ekki svona flókið, ég held að læna sér svakalega upp eitthvað. Þá kemur þetta flass svona út. Það er ekkert. Leikurum myndi nú örugglega að telja þetta sem friendly flass sko, en þú veist, þetta er ekkert, þú ert ekki flassaður sko. The peanuts. Og meðan að svo hinir gæjarnir sem eru allstar annars þar en undir þessum lilla járnlista eru flassaðir vel. Með þennan gæja þannig þurft að passa að kíkja ekki lengra fyrir að flössin eru sprungin heldur en þú veist, þú eru skjóli frá þessu af því að annars er hann fully blind. Þannig að þú ert meira bara að reyna að finna einhvern veginn að lurkandi á side eða bæta kóngæðan sem er á kassana eitthvað leys og reynir að bíða með það þangað til að okkar menn eru hérna búnir. Smókinn fer vantilega fyrst og svo fer þessi gæi bara beint niður með smóknum. Þessi smók er bara til þess að koma yfir fyrir að við sjáist hérna. Myndi mæla með að hlaupa meðfram þessum vegg niður. Smókinn fer, hinn hleypur á stað, flössin koma er rauninni bara beinta eftir. Og þau bæði fara hinn gæinn og þið takið sæti saman. Gæinn sem að kastaði smóknum er kannski bara búinn að klíra hérna rétt svo hornið og reyna að svona synkronæsa hvernig sem þið byrjið. Og þegar bæði flössin eru poppuð þá gerir þessi gæi bara nákvæmlega sem hann vill. Hvort sem hann vill er að hérna halda í bak, hjálpa til og sæt, bara fer eftir hvernig leikurinn er að þróast. Skal ég segja ykkur í það sem ég myndi gera. Þið hlaupið hérna 3 og gerir þetta. Ég er hérna með molluna mína og þetta drasl sem ég er búinn að sýna ykkur allt áður, bla bla bla. Þegar maður stendur hérna fyrir þessa línu á kassanum, miðar á þennan svarta búm. Svo er flassið, reyna að miða þetta við litla hornið hér á skýlinu, fer bara á teinin hérna fyrir ofan. Skilur bara þetta svona í ramman og tilbaka. Það hefur komið fyrir mig að vera að springa hér. Það er náttúrulega ekki gott. Þú vilt að skoppið hérna tilbaka og fara hér. Svo náir þessum gaurum hérna náttúrulega. Já. Ég myndi svo, þegar ég er búinn með þetta, ég á eitt smók, nei. Ég er búinn að kasta þegar við erum farið að bíða þá slepp ég þessu smók. Það er einu munurinn hjá mér, því ég þarf að kasta honum þegar ég er búinn með júpil mitt hérna inni. Jó er komin hérna, búinn með eitt flassið sitt og er vonandi komin í fæt eða komin eitthvað lengra, ég veit ekki, veist bara hvernig sem hann leikurinn þróast í honum. Skal ég ykkur segja, kasta ég smók hérna sem að hendur í connector B-megin þannig að rotatið yrði erfiðara fyrir þá
Nú ætla ég bara hugsa að ég annarkvort hleypi hérna fyrir ykkar eða þá ef að Jói er kominn langt inn, ef Jói er ennþá að fæta hérna skilju, þá joina ég hann bara. Við finnum tveir hérna og reynum að forsa fætinn, taka gæjan út og myndir svo annarkvort ef við erum að fíla okkur, við erum tveir ennþá lifandi, þá fyrir við bara keyrum hérna inn eftir í kom. Ef við fáum engan fæt eða neitt þá getum við hlaupið svolítið rættið nefni í City og reynt að taka það í bak. Þess ef að Jó er einn eða ég er einn eftir og einn af okkur dó. Svo hérna, já, ef við missum menn í þessu þá þurfum við náttúrulega bara að gera það besta sem við getum úr því sem við höfum og jafnvel að róta þetta yfir á eitthvað annað plan. Svo er þetta ekkið. Mér finnst þetta mapp alveg skemmtilegt sko. Ég veit að eitthvað finnst það mjög skemmtilegt. Nei. Það er bara svo mikið jútil sem ég kann í þessu. Mér langar ekki að dreifti aðeins á ykkur. Líka bara ef að ég dey eða bara ég er ekki að spila með ykkur skilur og hérna við ætlum að reyna að halda ykkur svona vana í því sem hvernig við tökum hlutina, þá held ég að þetta sé sniðugt að læra. Bara ef allir sem að þú veist eru að fara á B myndir læra alla þessi flush hérna, þannig smók, þetta er ekki flókið, þetta er bara að standa hér meðar í rauninni á efra reyna á þessu lestinni. Þegar maður er að gera þetta ástæðan fyrir að vera gæðin alltaf að halda hérna er að þetta er náttúrulega vinsæll staður til að vera og það er sérstaklega hér að defenda. Við verðum að passa okkur að því. Var eitthvað annað line-up sem ég ætla að tróða okkur. Ég ætla að pæla hérna með ef það er CT. Við erum að ressa hérna. Mér hefur fyndist þegar ég gerir þetta að flassi hjá mér síðastundum svolítið inconsistent. Þið eru kannski með það betur nelt en ég. En burtséð frá því þá væri ekki slæmt að fá eitt auka support flash sem ég ætla að sýna ykkur, eða þessi smókur fann. Ég ætla að reyna að lenda þessu flassi mínu. Það er svo snömma en oft hjá mér þá fer það ekki nógu langt. Þetta er ekki nógu langt sko. Sjá, kannski það bara að bíða það er náttúrulega nær. Eflaust er það vandamálið sem ég er að lenda í. Þetta er gott flash. Já, ups. Ítta aðeins oft þar á takningunum minn. En já, það myndi koma svo sett annar hérna. Bara gæi sem er kannski ekki að fara að utila neitt, sérstaklega í connector. Getur komið hérna að henta flushum. Hér hérna upp á lestina. Eða hér. Hleypur og hérna kastar hér á þessari línu. Við sjáum þetta er bara svona smá auka. Kasta þessi flassi bara þegar að gæin er komin einmitt einhvers staðar hér. Svo myndi þessi gæi bara fara í connector líka eða þangað sem að leikurinn leiður okkur. Kannski komið eitthvað þó í leik. Eina smóku, ég ætla að sýna ykkur eina smóku frá CT, ég veit ekki ef að, mér finnst til dæmis til sem að heldur þeim frá því að hlaupa út úr megin. Mér finnst mjög erfitt að lenda því sjálfum. Kannski eru þeim með eitthvað sem ég er ekki ná, en þessi smókur er hægt að nota ef að menn eru ekki að kasta mollum hérna inn. Hann kombór fínt með util sem ég er vanur að nota hérna. Ég er vanur að fara hérna upp fyrir vegginn bara. Miða hér. Og kasta djúpt. Ég grenna þetta eftir þessu líka.
í þessu stundum, þá lendir þetta kannski ekki niður. Lendir þetta yfirleitt einhvern veginn svona sem við bara ef að menn eru með eitthvað mollu sem að lenda bara hér, þessi smókulendi hjá mér, þá er það náttúrulega geggjað. Ég er alveg ferlegur í að kasta því, ég sé einhverju line-upu sem að menn krakka svona. Þetta virkaði fínt. Ok, þá gerum við það nú svona. Hleypum hérna fyrir hóðum við. Ok, getur felað sem sagt. Þessum okkur. Nei, óvalega á springurinn ekki. Þetta er nefnilega helvítis vesen, sko. Allt. Ok, maður er komin cirka hér. Samt séð menn vera að kasta þessar mollu úr meiri dýpt sem væri betra upp á rössi, sko. Þessi er fín. Takk fyrir mig.